Jæja Gunnar, tap á gamla heimavellinum. Hvernig hefur undirbúningurinn verið hjá ykkur fyrir komandi leiki og þennan leik? Hann er búinn að vera ágætur. Okkur hefur vantað svolítið leikmenn inn. Annika er búinn á einni æfingu og okkur vantar Tarin, hún er ekki ennþá komin inn. Þannig að ég er búinn að vera að fylla í skarðið Já, á æfingum. það er nú ekki verra. Það er ekki verra. En þetta hefur gengið svona þokkalega. Ok, Bara varkátt og fín. kannski til að bæta inn, er sem sagt langt í kanan að hún komi inn eða? Ef hún fær neikvæða niðurstöðu á laugardaginn þá er hún inn. Ok, glæsilegt. Þið voru mikið í svæðisvörn í leiknum, 1-3-1 sýndist mér, einhverjar djúpa pælingar svona á bakvið þetta eða er þetta eitthvað sem koma skal í vetur? Við ákváðum bara að byrja á svæðisvörninni bæði til að passa upp á villuandræði hjá sérstaklega stóru leikmenn okkar. Við erum að spila stóru leikmenn inn í teignum og þannig að við ætlum bara svona að byrja á svæðisvörninni og sjá svona hvernig það vinnur fyrir okkur. Ok. Þið byrjið leikinn af krafti í fyrsta og sérstaklega í þriðja leikluta. Finnst þér það ekki verið eitthvað til að byggja á eða ertu áhyggjufull yfir að geta ekki klárað af fullu krafti? Nei, ég held að þetta sé algjörlega til að byggja á, en Annika er náttúrulega bara að koma inn, búin að ná einni æfingu, búið að vera allt í lockdown í Finnlandi þar sem hún er búin að vera. Og hún svolítið leiddi þessa byrjun á leiknum og eins þriðja leik þetta. Og þegar hún er bara komin í sitt góðast form þá verður þetta bara eitthvað sem við erum að fara að sjá meira af. Já, glæsilegt. Já, hún virkar virkilega flottur leikmaður. Herra, ég segi bara takk fyrir viðtalið og áfram gakk. Takk.